Já, það konið nýju gestir og við höldum áfram. Jón Kristinn Snæhólm og Þorvaldur Logason. Ég alltaf vandrar með það. Og Vilhjálmur Egilsson, við ekki það nafni vel. Já. En umræðið er Sjálfstæðisflokkurinn. Já, sem á tímamótum. Já. Jón Kristinn, hvað á að gera? Á að fresta landsfundi eða ganga bara í verkið? Alls ekki fresta landsfundi, við höldum bara okkar streki og tímamótin eru sjálfsagt merkilegri en þau að við erum nýbúin að fara í gegnum kosningar sem voru þar verstu síðan flokkurinn var stofnað 1929 og þá verður landsfundur haldinn og ný forysta valin. Það gera bara þroskaðir og almennilegi flokkar og taka á sínum málum og halda áfram. Ég hef sagt það bæði í einkasamtölum og opinberlega að það bara er tími á flokk eins og Sjálfstæðisflokkin sem er búin að vera lengi við völd og reyna að koma sínum stefnumálum til greina og til valda og til áherslu í íslensku samfélagi með misjöfnum árangri að hann þarf á pólitískri hvíldarinnlögn að halda og koma fesku til leiks aftur. Já. Vilhjálmur, á að fresta landsfundi eða drífa í þessu bara? Ég held að fundurinn verið haldinn á réttum tíma sko, eða fyrirfram ákveðnum tíma og ástæðan fyrir því að menn fór að tala þetta var svo að þeir sem áttu að sjá málefnavinnuna og skipuleggja hana og þeir voru bara á seinir sko, og vildu fá lengri tíma til að undirbúa ályktanir landsfundarins og þannig að það var nú ekkert annað sem bjóða baki þessari umræðu sko, akkur fór að stað en svo held ég bara núna að séu allir bara stemdir inn á það að halda fundin. Afstaða Bjarna kannski rekur eftir því að fundurinn verið haldið sem fyrst Afsögnin? Já. Ég held að það hjálpum bara til við að taka á ákvörðun að flýta eða flýta eða bara hafa fundin á þessum tíma í lok febrúar. Já, í lok febrúar. Er nokkur sem er að tala að fresta honum lengur? Það held ég ekki, en það var þetta svo vitlaus umræða sko. Bjarni beinir ekkert að segja af sér. Hann er að hætta sem formaður og það er tvennt ólíkt. Hann gefur ekki kost á sér aftur til forystu. Ef hann hefur sagt af sér, þá hefur hann sagt af sér og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tekið við. Þannig að þetta er svona við erum að hafa þessi skilgreiningur á hreinu. En hann býtum á að spyrja þessu vegna þess að það hefur oft verið talað um það að Bjarni er búin að vera svona, það er búin að vera að tala brottför hans nokkur ár. Og þá hefur oft verið talað að Þórdís Kolbrún væri svona hans óska kandidat til þess að halda áfram og að það væri líklegt að hann myndi segja af sér jafnvel að meðan að flokkur væri ríkisstjórn til þess að hún geti verið svona forysturhlutverk og fengi að spreita sig svona í nokkra mánuði allavega, 1-2 misseri áður en það yrði landsfundur. Heldur að hann hafi viljað þetta eða af hverju var fólk svona mikið að tala þennan söguþráð? Vil ég hafa þetta svolítið skemmtilegan þátt? Og fræðandi líka. Ég var sprengja núna. Nei, ekki að sprengja, sko. Ég er náttúrulega búin að vera ekki eins lengi í flokknum eins og Vilhjálmur Egilsson er búin að vera. En minn fyrsti landsfundur var 1983. Þegar Þorsteinn Pálsson er kosinn formaður. Hvort fyrstu? Ég kaus Þorsteinn. Og síðan var minn fyrsti formaður sús var Geir Háhorti og Vilhjálmur Egilsson nr. 2. Hann hafði svona ólmi pólitískt að mörgu leyti líka sko, í frjálshyggju og borgarlegu lýðræði. En sko, þetta er nú bara einfaldlega þannig að það eru meiningar á milli forystumanna í flokksins. Alveg eins og voru meiningar á milli Gunnars og Geirs Hallgrímssonar og það eru sem sagt menn bara eins og ég hef sagt það hér áður að ég tel að Guðlaugur Þór Þórðarson eigi að verða næsti formaður Sjálfstæðisflokksins og ég studdi hann fyrir 2 árum síðan og mun væntanlega gera það núna þegar hann gefur kost á sér og það eru bara sumir sem vakna upp á mótnana sem eru prominent sjálfstæðismenn farin og baða bustið sér tennundar
og horfa mjög djúpt í augun og sjálfum sér og segja ég ætla að gera allt til þess í dag svo að Gulli verði ekki formaður og þess vegna held ég þetta meirihlutinn í flokknum, þú veist það nei, alls var það síðast, jú, það var það en sko, þá skulum við sko skilgreina á milli persónufylgis Bjarna Ben og foringja hollistu sjálfstæðismanna út í rauðan dauðan mikið rétt en sko þess vegna kom mér ekkert óvart þegar að við setjum uppi með hvað var þetta 19,5% upp úr kossunum og það bara landsfundur framundan og það krafa núna, hún öðruvísi en hún var það voru svona kverulandar sem vildu Bjarna Ben burtu vegna þess og hins, það var aldrei neitt bitastætt en núna erum við að horfa á niðurstöðu þingkosninga og við erum að horfa á hrikalegt fylgishrun og vandræðagangi í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og því sem var á undan afsögnina úr fjármálaráðuneytinu út af sölu Íslandsbanka svo þessi sko dæmalusa vitleysa hjá mörgum hverjum sjálfstæðismanni, forystumanni flokksins að styðja Katrínu Jakobsdóttur í forsetann maður bara átti ekki til orð sko en spurningin var þetta svo jakanhlaup í vitleysu ef þið kunnið jakanhlaup og alls upp í Kópavogi ef þið kunnið ekki jakanhlaupið þá voru ekki búin að plotta leiðina í land aftur þá voru alltaf jakana minna og svo plops niður sko ekki gaman að því heldur að Bjarni hafi viljað þetta var svo fyrirsjáanlegt og ég sagði bara þeir hljóta núna að gera eitthvað og ég er alveg samfram að Bjarni Ben þurfa að fara og hef sagt það hann farinn já, hann að fara, hann ekki farinn og þá kemur upp eitthvað plott til þess að fresta landsfundi svo að Þórdís eða Áslaug Arna ná að vængja sig betur þó svo Áslaug Arna búin að vera í þessu faranda ráðuneyti sínu, þessu síkuna ráðuneyti út all land að kynna sjálfan sig sko en allt til þess að koma í veg fyrir að Guðlaugur Þór farið fram en það bara sannleikurinn sá að núna allt annað pólitískt andrúmsloft, það ekki sitjandi formaður, það þetta fylgistaf, það fyrirsjáanleg sko pólitísk naflaskoðun innan flokksins til innan gömlu og góðu gilda, stétt með stétt og frjáls og borgarlegt lýðræði og mannréttindi sem sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf stafið í klípu sko Ég að lýsa flokki sem að fara að taka á sínu vandamálum. En af hverju menn svona illa við Guðlaugur Þór? Hvað það sem að... Hvað svona þessi sterka andúð? Ég ekki að ljósta línu upp að það Nei, alls, ég veit það. Guðlaugur Þór var ljóst lengi. Orðin borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Þá kom símtal frá Morgunbladshúsinu. Og Gunnar Birgisson fekk svona símtal og ég fekk svona símtal og ég og Gunnar Birgisson fórum saman og hittum Styrmi og Matthías Jóhannesson og þar voru okkur svona lesnir ákveðni pistlar hvað mætti ekki og hvernig menn ætti að hafa svona og Guðlaugur fekk þann pistil þú skalt ekki halda það Guðlaugur Þór þó að þú sért orðin hér borgarfulltrúi þetta ungur að þú sért að ná einhverjum fram í flokk og formaðurshús og ég var varaformaður hans og það var svona yfirlætislegt kjaftaði í mörgum hverjum sjálfstæðismann og Guðlaugur Þór sem að alþýðu fólki kominn bara úr þjóðurlenni borgarnesi og vinnur sig upp og hefur aldrei þegin eitt ógifis frá sjálfstæðisflokknum. Það enginn þurft að gefa Guðlaugi Þór neitt. Hann hefur þurft að berjast fyrir hverju einustu vegdillu. Hann hefur ekki fengið neitt gefins og það fær í taugadarliði. Þeir sem eru með tróðfullin gúluna silfurskeiðum, það fær í taugadarla fólki. Ég skal bara viðurkenna það. Viljón, þú sagðir hérna hjá okkur fyrir nokkur síðan að þið langar bara í þinn gamla sjálfstæðisflokk. Nákvæmlega. Fyrir allar þessar klofningar. Nákvæmlega. Sko eins og ég sé þetta þá var tekin 2013 ákvörðun að minnka sjálfstæðisflokkinn úr það að vera svona 35% flokkur í að vera 25 og með því að Evrópusambandsstuðningsmönnum var bara sagt að fara sko. og þau fóru nú síðan gerist það núna eins og tölum daginn að Sigmundur Davíð bara mjög vel lesin náungi það hvað að gerast í útlandinu og hann kemur bara inn með svona stefnur og strauma sem að hann skynjar að selja vel og nær bara 5% viðbót
af flokknum. Já. Og kannski hefði flokkurinn eitthvað geta svona gert á þessum síðustu árum til þess að stoppa af þessi sko þennan 5% hlutning og minnkun úr 25 niður í 20. Þetta tala útlendingamálum. Já, og þetta allt saman. En það gekk ekki og það sem var gert of seint og ekki einhvern veginn og bara kannski ekki heldur hægt að gera það í samstarfinu við VG sko. Og að það svona stoppaði bara flokkin af sko. En gaf þá þetta Hvað sér þetta fyrir? Það verður haldinn þessi landsfundur og Guðlaugur Þór mun sjálfsagt gefa kost á sér. Og hann náði alveg ágætis árangri síðast en Bjarni reynir sneri taflinu algjörlega sér í hag á fundunum, á landsfundunum sjálfum. Hvernig? Þetta voru kannski svona 2 fylkingar sem voru þarna og eins og ég skynja þetta og það voru kannski 40-40 og svo kom Bjarni, hann var með mjög góða ræðu í upphaf fundarins og svo aftur með mjög góða ræðu sem sé framboðsræðu en Gulli var svo óheppinn að hann hafi fótbrotnað og bara með allir virðingu fyrir Gulla-vinum minn þá bara var ekki bara sami vindur í honum eins og Bjarna sko. Ég skrifa þetta mikið á þetta fótbrot sko. Eins og gerist þegar ljónið líka fullt af atkvæðum sem birtust á fundunum sem voru ekkert kosin inn á fundin í almennu kostingum hjá félögum. Ég held að það skipti ekki mál. Já, en sko, við skulum ekki taka bara af Bjarna að hann stóð sig rosalega vel á þessum fundi. Þannig að þeir sem voru ekki ákveðni fyrir hann að kjósa, þeir fóru yfir á Bjarna. Viljum, ég hlusta held ég á þessa ræðu, en ég hlusta á fleiri ræður hans. Var þetta ekki ræðan hann sem hann segi, sko, ég hef kannski ekki komið með fylgið og við erum minni en við vorum, en við höfum alltaf komið í ríkisstjórn og inn í þeim ríkisstjórnum þá hef ég náð að ná öllu því sem að þessi landsfundur hefur verið að biðja um og komið því til. Var þetta ekki svona þráðurinn í svona hans varnaræða? Já, þú veist, ég man ekki alveg ræðan, þú veist, ég er ekki svo minnur, en ég bara upplifði það, þetta voru bara 2 rosalega sterkar ræður og það er bara stundum þannig að ef þú getur komið með svona sterkar ræður þá getur þú fengið fólk með þér en Gulli var sem sé fótbrotinn og maður sá það alveg nei, það kann ekki vera þægilegast að skíðum eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta var en allavega þá bara var ekki sami vindur í honum eins og annars hefði verið sko, og greinilega maður sá það bara á honum, hann var kvalinn. Ég hef marg brotna og ég veit að þetta tekur virkilega á að vera brotinu sko. Ég spurði einu þú tala um að flokkurinn minnkaði ég þekki nokkra sjálfstæðismenn og einn af þeim vill sjálfstæðisflokkurinn ekki þessi 35% sem þú talaði um sko. Heldur vill hann bara þessi 20% flokkur en í staðinn sé hann bara mjög grjótharður frjálshyggjuflokkur. Hvað líst þér á það? Ég bara segi ekki þessi catch all gamli stjætt með stjætt heldur sem bara grjótharður á sinni línu sjálfstæðisflokkur sem bara Milton Friedman sjálfstæðisflokkur og ekkert væl bara segur því sko, ég er búin að skrifa bók og hún kemur út í byrjun febrúar gamla því og ég er svona skilgreini þar meðal annars svona mína hugmyndafræði og hún byggir, ég er sko frjálslyndur, íhalds og frjálshyggjumaður með vænum skammti af jafnamanni. Já, það er þessi breiði flokkur, katsólflokkur. Já, þessi breiði sjálfstæðisflokkur. Þú frekar Bjarni Ben eldri en yngri? Ég held ekki að Bjarni Ben yngri hafi verið svo mjög sko svona á skjön við þetta sko. Fór hann ekki að leit? Nei, það sem að sko gerir það að flokkurinn fer úr 35 niður í 25 það er Evrópumálin en svo að fara svo niður í 20 það var vegna ég held að það sé bara reikningunum fyrir samstarfi við VG og hafi ekki verið með sem sé þetta er ákvæmlega Bjarna þannig að þú og Bjarni eru kannski svipar línu pólitíst þú ert að gagnrýna ákvarðin sem hann tekur sér formaður að fara með VG í seinnaskiptið að leyfa bara viðreisna fólkin að fara og segja að farið við fyrir betra það voru mistök sko en er það ekki ásýnd upplýði ég bara þannig að sem sé á landsfundum eftir að fólki að fara það voru margir sem voru svo ánægðir sko Já, með það. Já, bara voru svo glaðir að vera ekki með þetta fólk með sér, sko.
fylgið. En það ekki Davíð Sandberg sem að hendur þessu út? En það ekki Bjarni og Davíð og Hannes og... Nei, það ekki bara þeir. En fyrst og fremst kannski. Það var bara það var þannig að á landsfundunum 2013 þá voru Björn Bjarnason og Friðrik Sók búin að kokka upp svona, málamiðlunar tillögu eins og alltaf hann reyndi að gera á þessum fundum. Já, og Friðrik hérna inni. Og gott og vel. Til að reyna að halda fólkin inn í flokknum. Já, bara til þess að reyna svona að hafa... Og svo höfum við sáðin réttan, þetta eftir að ríkisstjórnin afturkallar umsókninu. Nei, þetta sko fyrir landsfundi 2013. 2013? Já, fyrir landsfundi 2013. Og svo er þessi til að bara felld á landsfundinu. Já. Og samþýtt þar miklu harðari afstæða sko, en svo í kosningabarðunni fyrir kosningarnum 2013 þá segir Bjarni, muni ekki eftir þessu, segir það að hann vilji láta greiða atkvæði það hvort eða sækjum eða sækja ekki. Og hann að binna líka. Já, en svo þegar komið í ríkisstjórn með Sigmundur Davíð, þá bara bakka algjörlega út úr þessu. Og bara gefin út skilaboð til fólks að þeir sem óanum þetta skuli bara fara. Heldur þessu raun eftir að viðreisnar fólki snúið tilbaka? Þetta nú svo margir vinir mín hana sko. Gegnum langa tíma og Þorsteinn náttúrulega og Þorgerður Katrín og fullt af fólki hana sem bara miklu vinir mín sko, og var ég skilgrein þannig. Og ég að segja það, ég bara sko við erum sammála held ég kannski einhvers, bara 90% af öllum málum sko. Hvað þetta vera mikið sammála fólki til þess að geta verið með flokki. En þetta getur alltaf fundið einhver mál sem að okkur kannski greinir á allt það en svona bara stórt séð og alveg eins og bara Sjálfstæðisflokkurinn var. Þetta var alltaf hefur alltaf verið að fólk var að rífast eða tala ekki sammála alla hluti, svo bara komast að niðurstöðu og þannig að menn væri þá allavega ekki svo hrikalega ósáttir að þeir væru flokknum sko. 2013 eru þau vatnanskila í rauninni að sögulega séð yfir Sjálfstæðisflokkurinn. Það voru mikla deilir sjávarútvegskerfið fyrir 2013 þegar kvótakerfið var mikið til umræðu innan Sjálfstæðisflokksins. Sjálfstæðisflokkurinn hann klofnaði út af afstöðu sinni til Atlantshafsbandalagsins. Það voru mjög já, 49 klofnaði þá meinar. Já, þá fóru margir úr Sjálfstæðisflokknum og fóru annað og svo náttúrulega var ekkit að 100% ánægja með inngöngu okkar í EFTA 70. Þannig að en alltaf mjög þjóðurnissinnaður flokkur. Já, ég meina að mörgu leyti er þjóðurinn stöðu Sjálfstæðisflokkurinn, en það heitir hann Sjálfstæðisflokkurinn. Og grunnstefið er náttúrulega fullvalda Ísland og óháð. En þarna gerist það að þarna skautum okkur pínlítið í fótinn að hafna svona frjórri og opinni Evrópu umræðu. Systurflokkar Sjálfstæðisflokksins höfðu allir farið þá leið að agitera fyrir inngöngu sinna landa inn í Evrópu bandalagið eins og hét þá semst fyrir 2013. Þetta landsfundarsamþykkt, síðan myndar flokkurinn stjórn með Framsóknarflokknum sem aftur kallar umsóknina og ég náttúrulega ekki innvíður Sjálfstæðismaður en ég menn það voru svona raddir eftir þess að landsfundarsamþykkt 2013 en Viðreisn verður eiginlega til þegar að umsóknin er afturkölluð sem er ákvörðun þá inn í ríkisstjórninni. Það þurfti ekki að gera þetta. Það er líka annað sem kannski hefur ekki farið mjög hátt en alltilega að koma fram að því að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er mjög öflugur stjórnmálamur og hefur þetta náðarvald, þennan karisma sem Max Weber talaði í sinni frægu bók og hún hefur verið svona límið í flokknum og hún hefur bitið frá sér, losa sig við einstaklinga sem hafa ekki alveg verið nálægt henni í ýmsum málum sko. Er þetta að tala innan Sjálfstæðisflokksins? Nei, innan Viðreisnar. Er þetta að tala Benedikt Jóhannesson? Til dæmis. Og
og það nú oft með svona sterkaleitu að það safnast þéttur kjarni eins og við þekktum með Albert Guðmundsson og Hannibal og Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, ekki en Guðlaugur Þór Þórðarson ekki með klofningselement lið í kringum sig sko. Það var sagt hérna í vikunni þegar vorum að ræða sjálfstæðisflokk, þá var einmitt talað af hverju vill fólk er fólk í nöfn við Guðlaug og þá var því svarað að hann óeiningarafl, hann leggur alla áherslu á það að eiga meiri hlutann í Heimdalli, í SUS og öllum stofnunum flokksins, hann horfir á hérna, hann eiginlega eyðileggingarafl innan sjálfstæðisflokksins og það það sem að margir munu kjósa gegn. Ég veit ekki hver var hérna og ég vinnu út allt land en þetta ekki rétt sögurskýring. Þórhallur, hvað segir þú? Nei, ég bara bæta við það sem hann var að segja sko, þetta var inni út all land inn á flokksfélagana til þess að velja sko. Þetta var bara saga Já, ég meina þetta svipað bara eins og þegar Gunnar hérna og Geir Hallgrímsson voru að berjast yfir á því flokknum þá sko grunnurinn til þess að ná völdum innan sjálfstæðisflokksins í rauninni að velja inn á landsfund og það eru aðildafélög innan sjálfstæðisflokksins sem velja fulltrúa inn á landsfund. Ég held að það sé 1 fulltrúa landsfund fyrir hverja 20 félagsmenn. Þannig það úrslit og orrusta í hverju kjöri. Þannig að og menn hafa til þess að reyna að ná sjálfum sér og sínum stefnumálum á framfæri, þá verða menn að hafa einhverja vikt innan þessar aðildafélaga. Eini maðurinn sem ég man eftir, í rauninni 2, svona ef ég fer rétt og þú kannski leiðir til mig Vilhjálmur, að sem fóru ekki þessa leið að hafa þessi sko völd innan félagana, það var Davíð Oddsson og Þorsteinn Pálsson. Davíð Oddsson lýsti yfir kjöri til hérna formennsku í flokknum 91 þegar félaginu voru búin að velja inn á landsfund og þar skipti náttúrulega ræðurnar miklu máli og ég var nú í Davíðs liðinu og svona sumpart í hans kosningastjórn á þessum tíma og þetta rétt hafðist. Þetta var ekki 24 atkvæði. Nei, já, nú meira. Vilja að þú leggja áherslu á hérna Evrópumálin. Eitthvað munur á þessu sem verið að tala að verði í framboði? Varðandi til dæmis þau mál. Ég var svolítið erfiðleikur með utanfrá að sjá eitthvað svona pólitíska mun á þessu fólki. Já, í sjálfstæðisflokknum það held ég ekki. Ég held að svona þetta fólk allt saman sé svona frekar andsnúið sko Evrópusambandinu allavega myndi segja þangað til að búið að samþykkja það í þjóðaratkvæðagreiðslu að við ættum að sækja en hérna ég á nú svona frekar vonaði það verið svona mótið megin í atkvæðagreiðslun sem slíkri og tali gegn því sko. En það svona verið ríkjandi stefna sko, og allavega frá hérna 2013. Og Guðlaugur hefur verið svona Evrópuskeptískur. Mér var sagt að þau var að spyrja á hverju fór sjálfstæðisflokkurinn en að leiðangur að fara með breska íhaldsflokknum í eitthvað annað flokkabandalag í Evrópu heldur en svona eina klassísku íhaldsflokka og þá var mér sagt að þetta Gulli sko. Það mér sagt það. Nei, nú ekki alveg rétt sko. Það eru þannig að mig minnir svona 2 hægri flokkselementin á Evrópuþinginu og jú, að við svo fórum við inn með þeim svona hægri sinnaðri elementum sem tala fyrir meira fullveldi það svona nær Farage línunni að mörgu leyti og hvað heitir þetta ÖCER flokkurinn inn í ég man ekki alveg hvað hann heitir en þetta er svona afkvæmi af European Young Conservatives sem ég átti nú og Guðlaugur Þór stofnuðum hérna 93 og að því okkur þótti þó unglega samtök hægri Evrópuhreyfingar sem heitir Demic og vinstri sinnað og klúðum okkur þar út. Þannig að þetta er svona afsprengið þar og erum að horfa á að taka fleiri lönd inn í Evrópusambandið eins og Austur-Evrópuríkin og Tyrkland og fleiri ríki að því uppaflega var það hugmyndi með kol- og stálbandalaginu hinn í byrjun 7. áratugsins að aukin viðskipti myndi tryggja frið í Evrópu
en staðan fyrir að menn vera að loka sig af með einhverjum nýmerkantilístiskum tollamúrum eins og við teljum að Evrópusambandi sé í dag og þjóni þröngum gömlum nýlendugildum stóru ríkjana þarna innan og þar með öðalsins svo ég snerti þitt eitthvað sósíalista hjarta hérna. Viltu þá stækka Evrópusambandið? Algjörlega. Ég náttúrulega einn af þeim sem öðru þengjandi varandi þetta Evrópusamband. Ég var hérna í miklu og hef verið í miklu samskipti við breska íhaldsmenn og aðra íhaldsmenn sem fóru út. Við getum alveg haldið heila þátt hvernig þeir klúðruðu Brexit, bresku íhaldskurvarnir vinnu mínu. Við getum ekki farið í það. Nei, en ég hef hort á Tafta sem hugmynd og hugsunum margar sem Transatlantic Free Trade Area, það sem Bandaríkin Norður, Ameríku, Kanada, Grænland, Norður og Bretland stofni fríverslunar bandalag og jafnvel takið Svissinni og fleiri en það önnur umræða en Guðlaugur Þór alls ekki þetta svona tala, vera að kenna honum allt menn bara hræddi við hann vegna þess að hann öflugur þegar hann hefur ákveðið að bjóða sig fram þá var hann búið sig fram og ég meina hugsið ykkur þegar að Guðlaugur Þór vinnur Björn Bjarnason í almennu prókjöri hvers konar blautur hanski það var í þessa þröngu flokkselítu sem telur sér ráðull í flokknum menn bara ennþá í sjokki og eina sögurskýringin sem Björn Bjarnason gat komið með ástæðan fyrir því að hann vann mig í prókjörinu að því að það var betra að borða hjá honum það segir nú ekki mikið pólitíkus sem tapar fyrir kleinum og kaffi Þorvaldur, má ég spyrja þig að því að vera að tala Guðlaugur Þór Áslaugu Örnu, Þórdísi Kolbrúnu stundu nefnd Guðrún Hafsteins ég veit ekki alveg af hverju það nefnt en eitthvað munur á sjálfstæðisflokki Guðlaugs Þórs eða sjálfstæðisflokki Áslaugu Örnu svona að því að þú veit eins og ég sem við utanaðkomandi Ég skynja ekki þann mun, ég veit ekki í hverju það ætti að felast Þetta mjög svona ég held að Áslaug sé óbærslega óljós í sinni pólitík bara almennt Guðlaugur Þór einhver skýrir að hann vill þessa stétt með stétt afturhvarf hann talar oft stétt með stétt og hann allavega þegar hann í frambúði gegn Bjarna Ben þá reyndar að stilla sig svolítið upp þannig en í praxis við ég náttúrulega vinstrikantinn og við erum alltaf mjög skeptískir þegar sjálfstæðisflokkurinn talar stétt með stétt því að við sjáum það kannski ekki alltaf í framkvæmd þannig að við sjáum ekki þann en þetta jákvæðni gagnvart verkalýðshreyfingunni hvorki þegar þeir eru verkföll á öðrum tímum eins og núna þannig að nei, ég myndi sem bara nei ég átta mikið og ég held líka kannski vandamál eins og þessi sjálfstæðismenn sem ég var að vitna í áðan vandamálið hann vill bara skýra línur bara Milton Friedman fullkomin sjálfstæðisflokk og þá ertu með að reyna hvað að kjósa hver er þessi maður? Það er fullt af svona menn ég fullt af svona sjálfstæðismenn þeir bara vilja bara þetta ekki þetta væl, ekki þetta samsull ekki þetta samráð þetta bara skýra línur og þá veistu hvað þetta kjósa og hann verður þá kannski bara 20% þá verður þeir líka kjósa sig út úr landsstjórninni já, þú verður ekki þessi gamli venjulegi valdaflokkur Við viljum vera danski íhaldsflokkurinn, þetta skrítið sjónarmið já, þetta er orðið svo margir flokkar pólitísk næjurhyggja þetta er bara orðið svo margir flokkar þú þarf bara að hafa þessa skýru rödd og sterkur rödd ég sé ekki neitt mun á þessum stórkostlegan Hvernig fannst þér þetta sem var að segja að flokkur minnki bara niður í þetta og Ég er ekki þar Tjaldbúðarmaður Nei, ég er ekki þar ég tel að þessi stefna og svona sterkur sjálfstæðisflokkur verði ekkert kjölfestan í samfélaginu eins og hefur verið bara með eitthvað 1-20%. Það sé bara frá. Já, sjálfstæðisflokkurinn er búin að ríkisstjórn í 29 ára síðustu 33. Og lengi vel gátu við myndað sem sé 2 flokka ríkisstjórn. Þegar búið að taka ákvörðunum að minnka flokkin, þá voru þetta niður í að vera 3 flokkar
og ef maður ætla að minnka vera bara þarna fyrir niður þessi 20%, þá kannski þarf að fara að mynda stjórn með einhverjum 4 flokkum og guð mig góður halda menn að það sé eitthvað betur til þess fallið að breyta samfélaginu í rétt átt eða þróa það í rétt átt. Ég sé bara nei og nei, sko. En er þetta ekki bara einhver óskhyggja þessi þetta byggja Sjálfstæðisflokkinn aftur upp í þessu? Þú nefnir hérna Viðreisn og Miðflokkinn og ég held að Miðflokkurinn er eiginlega frekar klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum en Framsókn sem svona á reynir. Og það var lýðræðisflokkur var líka í boði fyrir kosningarnar og samanlagt þessi flokkar með 28,9% en Sjálfstæðisflokkur var með 19,4%, þannig hann er orðið minni hluti í tjaldbúðinni sem að þú vilt vera. Þú veist, það er bara stærsti hluti af tjaldbúðinni er bara í öðrum flokkum og akkur ættu að koma tilbaka? Ég koma tilbaka, akkur svo er það alltaf spurningum sko vörumerkið. Já. Og meina ef það væri með einn flokkur sem bara Sjálfstæðisflokknum, Viðreisn og Miðflokknum, meina það er ekki dýst að það héti Sjálfstæðisflokkur. Það geti heitið eitthvað annað. Meina, heitið á flokki er ekki aðalmáli heldur fyrir hvað hann stendur vantarlega og hverju hann ætlar að ná fram. Þú sér svona deglu fyrir þér á hægri vangnum? Ég sé bara fyrir mig það að það væri æskilegast að þessir flokkar næðu saman og helst að það væri eitt flokkur og það er bara þannig. En þau Viðreisn hafði valkostum að mynda svona ríkisstjórn? Já, það er sko það voru 2 svona uppákomur sem að hafa gert það að verkum að þetta var niðurstaðan. Fyrsta lagi var það þegar Viðreisn rauk út úr ríkisstjórninni 2016 og elti bjarta framtíð í stað þess að þétta samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og láta reyna það hvort að það ætti að fá einhvern annan inn í ríkisstjórninni, allavega ekki að hlaupa út með bjartir framtíð, sko. Þetta var fyrst og svo náttúrulega seinna skiptið var það að Bjarni skildi mynda þessa ríkisstjórn sem sé með VG 2021 í staðins að taka Viðreisn inn og vera með Framsókn og Viðreisn í staðin fyrir VG, sko. Var það ekki drengt? Nei, þau voru sko það var svo mikil sko della hjá þeim að vera að tala það fyrir kosningar að það kæmi eitthvað sérstaklega til greina að halda áfram eða héldu meirhluta og svo bara var það allt einhvern veginn búið að læsa bara öllu málinu þannig að þau byrja á því að tala saman og þeim leið ágætlega saman og allt það. Töluðu mjög lengi saman, voru bara 3 mánuði held ég að jú, það var þetta Borgarnes og fleiri muni ekki. Jú, það var alveg klárt að þú veist, ef þau byrja að tala saman þá myndu þau endanum. Það er þannig afrið Bjarna, sko. Já, þú veist, Bjarni er ýmislegt til lista lagt, sjá ég. Það er ekki, að meina, hann er mjög öflugur maður, hann Bjarni. Sko límið í... En ég bara segi að þetta var það sem að farið svona úrskeis, bæði sem að geti kent Viðreisnum, en síðan líka það sem geti kent sko Sjálfstæðisflokknum. Sko límið... Stukku fram að bjarginu þannig. Já, sko límið í Viðreisn er Evrópa. Já. Það er ekkert annað eins og Viljón komur réttilega inn á. Það er engin málefna ágreiningur milli þessara tveggja borgarar af flokka nema afstöðuna til Evrópusambandsins. Það er límið og sérstaklega þegar Kristrún Frostadóttir fór af Evrópustefnu samfylkingarinnar hún komur kannski aftur inn á hana núna en það hendaði Kristrúnu pólitískt að fara tímabundið af henni en hún sagðist bara já, hún parkeraði en sko Viðreisn fór aldrei af Evrópustefnunni. Viðreisn hins vegar treystir bara út frá sögulegum pólitískum þáttum treysti Viðreisn samfélkingum betur að hoppa á Evrópa heldur en Sjálfstæðisflokknum og þess vegna og þetta smitar alveg inn í borgarstjórnina. Hugsið ykkur sko, borgin hérna er sko þetta er fádæma skipulagsofbeldi og órási og rugl í borgarstjórna meirihlutanum. Þetta er bara svo delludraumur áþekkjum hans sko, þetta er bara einhver tremens, pólitísku tremens. Þú talar eins og Guðlaugur Þór sem talaði í kosningabaráttunni alltaf um málefni Reykjavíkurborgar eins og við varum í borgarstjórnarkosningar.
Það var eiginlega öll hans áhersla að vara borgarstjórnina. Og ég hugsaði, byrju alltaf hann að fara í borgarstjórnina aftur eða? Nei, Bjarni, að andstæðingur Sjálfstæðisflokksins sé meirihlutinn í Reykjavíkurborg. Nei, þetta hangir allt saman. Ekki lengur allavega. Því að flokkarnir sín oft sín réttu andlit í sveitarstjórnum. En varðandi Viðreisn, þá fannst mér það í kosningabaráttunni. Mér fannst Sjálfstæðismenn vilja að Evrópumálin yrðu kosningamál, en mér fannst svona Viðreisn ekki hafa sérstakann áhuga á því. Mér fannst Viðreisn vinna kosningarnar eða sinn sigur á því að halda því fram að það væri hægt að hafa hægri hagstjórn og vinstri velferð, sem kannski gamli góði Sjálfstæðisflokkur verið það. Mér fannst að Viðreisn stétt gengur út á. Mér fannst að flokkurinn vinna á þessu. Og hann reyndi að fara þangað, en einfallega er flokkurinn eins og hann núna með núverandi forystu, þá er Sjálfstæðisflokkurinn elitískur, hann er þröngur og hann höfðar meira til tannlæknafrúarinnar í Garðabænum heldur en til fiskvinnslukonunnar upp í Æsufelli. Og þessu þarf að breyta, af því þetta er ekki flokkurinn. Ég veit nú ekki nákvæmlega hverjir kausu Sjálfstæðisflokkinn svo sem sko, en ég held að það sé nú sko breiður hópur í sjálfu sér og ég þekki nú svona miklu betur til þannig sé út á landi sko, þar sem ég var þingmaður sko og það var bara alls konar fólk sem að kaus Sjálfstæðisflokkinn og ég þessi frjálshyggjumaður náði kosningu endalaust í baráttusæti og þetta er mesta lágtekjukjördæmi í landinu bara fyrir ekki Sjálfstæðisflokkur er ennþá stærstur sko það sem trúverðugleiki og flokksins var miklu meiri en svo er eitt líka sem við þurfum að hafa í huga sko, er það að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera við völd allan tíma en sko á sama tíma og þessi svona áhersla á einkaframtakið og atvinnulífið og frjálshyggjuna og þetta allt saman hefur verið þá er Íslandi bara fremstu röð hvað snertir jöfnuð bara eiginlega á toppnum. Já, eðlilega að því við erum mjög fámennt samfélag. Þú getur bara tekið Brooklyn í New York að það er miklu meiri jöfnuð þar eftir í Bandaríkjum almennt. Við erum bara svo fámennt samfélag að við þolum ekki þann ójöfnuð sem stærri þjóðir þola. Ég bara benda á þetta að það verið alveg ótrúlega mikið upplýðið þannig líka bara á vinnumarkaðina sko. Sem að hefur verið svona gert í því að reyna að passa upp á lægri endan í samfélaginu. Það er með sterkri verkefnisreiningu. Já og líka atvinnurekendum. Þú veist að það þarf það þarf náttúrulega báða til og þessi og það er nú oft verið kvartað undan því að sko að aðilar vinnumarkaðarins sko væru alltaf mikið saman og í gamla dag talaði Davíð Oddsson alltaf Vasi þá var það vinnuvillissambandið alþjóðasambandið sko Má ég skjóta þess inn varðandi ákvörðun Viðreisnar að fara í þessa ríkisstjórn sem er núna það sem að Viðreisn fær er allt sem að Sjálfstæðisflokknum dreymir þeir fá utanríkisráðuneytið, þeir fá dómsmálaráðuneytið, þeir fá fjármálaráðuneytið, þeir fá öll atvinnuráðuneytið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki fengið svona díl í neinni ríkisstjórn að fylgja á móti einu flokki. Jú, við vorum öll ráðuneytið sem nefndir nema atvinnuráðuneytið. Það var framsóknarmaður í fjármálaráðuneytinu þegar það var gengið til kosninga? Nei, en við erum búin að vera með fjármálaráðuneytið sko síðan 2013. Já. Og það var yðnaðurinn var hjá Vilju eða ekki? Nei, hann hefur flakkað á milli ráðuneyta. Þið voru ekki með svona stóran díl? Jú, við erum með alveg fína díla í gegnum tíðina, sko. Sérstaklega þegar við verum í tveggjarflokka ríkisstjórn, sko. Já, Samfylkingunni, ég fengur ekki svona svipað næstu í þennan díl. Jú. Ekki utanríkisráðuneytið? Nei, ekki utanríkisráðuneytið. Það vegur bara miklu meira núna heldur en getur það. Þegar flokkur er í þessari stöðu að geta valið, þá getur hann eiginlega tekið til sín allt sem hann vill og kannski verða bara Sjálfstæðisflokkurinn hefði aldrei getað boðið Viðreisn upp á viðlíka díl og Samfylkingin gerði í þessari stjórnarmyndun. Ertu viss? Ég átta mig ekki á því. Nei, ég er ekkert viss. Eina sem ég sagði sem stendur að Sjálfstæðisflokkurinn hann er ekki trúverðugur gagnvart Viðreisn varðandi Evrópumál og það er bara stóra dæmi. Já, stóra dæmi. Jú, en ég held líka bara ef að kosið
málið, menn þá kannski fer bara sá tappi úr líka. Og fylgir tilbaka eða hvað? Það flokkurinn tilbaka samanast eftir. Þeir vilja kannski ekki klára málið nú að snemma. Það fer kannski einhvern svona dýnamík í gang í framhaldinu, skulum segja, sem að verður til þess að það geti nást saman í eina fylkingu aftur eftir samþykkt. Bara þá komin allavega niðurstaða og ég held að svo niðurstaða verði eitthvað sem að þá samakverður ríkisstjórn þarf að láta reyna á. Og svo það spurning hvort að það endar þá á einhverjum tímapunkti með einhvers konar samningi ef að þetta verður samningi. Já, hins vegar frekar vona því að þetta verður bara fellt. Þetta verður fellt aftur? Já, ekki aftur, það verður bara fellt. Endurnýja umsóknina, ég veit ekki hvað kallar. Það var kosið endurnýja umsóknina, fyrst eða ekki? Jú, bara sækja aftur hvað viljum segja. Heldur það verður fellt? Ég held að það verður fellt. Ég held að verður fellt. Seinni umferðin verður fellt? Nei, fyrir. Það verður bara fellt að fara inn í þessa vegferð. Nei, bara ástæðan svo að mér finnst öll umræða þetta svo rosalega þröng og menn eru alltaf að spá í svona allra kannski þrengstu fjárhagslegu hagsmuni eða peningamáli eða hvernig sem við líta á þetta. Ég segi, en eins og Jón var að nefna áðan að þá Evrópusambandið var stofnað kannski fyrst og fremst frið og lýðræði og mannréttindi og frelsi og viðskipti viðskiptafrelsið með tæki til þess að ná henni fram og þær þjóðir sem hafa gengið í Evrópusambandið flestar hverjar hafa haft sem sé öryggishagsmunina eða friðarhagsmunina númer 1 eða lýðræðishagsmunina númer 1 eins og Spánn, Grikkland, Portugal, allt saman þá snerist lýðræði ríkin og Austur-Evrópu, Mið- og Austur-Evrópu þjóðirnar að öryggishagsmunir og friður. En ætti ekki verið að einmitt verið líklega Íslendingar tæki þá ákvarðin út frá þessu sjónarmiðum að fara inn, heldur ekki? Nei, ég held að því miður held ég að Íslendingar muni ekki hugsa það, umræðan með öll snúast efnahagslega þætti, efnahagslega hagsmunir menn alltaf spá í evruna og hvað græðum við á þessu? Hvað græðum við á þessu Já, þjóðinistáttur alltaf sterkur. En hann getur alveg verið sterkur. Hann verður sterkur? En ég bara segi að ef þetta á að ganga þá þurfum við að hafa einhvern æðri tilgang heldur en peningar. Já. Þú byrður ekki lítið. Ég bara segja það. Nei, bara takið til þess eftir Bretunum. Bretarnir töldu þess ekki heim í Evrópusambandinu lengi vel. En svo fóru þeir að sjá ofsjónum yfir peningunum. Að þeir geti grætt á því að vera inni. Og þetta var fyrst og fremst á grundvelli efnahagslegra útreikningar sem þeir gengu inn. En ef gengur þannig, þá líður alltaf illa. Því að lífsbaráttan henni líkur ekkert við það að gangi í Evrópusambandið og lífsbaráttan hættir ekkert þótt við tökum upp evruna alls ekki. Það koma bara upp alltaf einhver vandamál eða mál sem það þarf að vinna í og viðfangsefni til þess að vinna með í samvættu efnahagsmál og atvinnulíf og allt þetta. En efnahagsmálir eru ekki í ferðinni síðast. Það var náttúrulega gífurlegu þjóðernishyggju áráður gegn Evrópusambandinu. Já, en þú veist, mér finnst þú gera of mikið úr það sem kallar þjóðernishyggja. Það var fullveldi. Ég meina ekki kannski endilega þjóðnishyggja í einhverjum neikvæðum skilningi. Þjóðnishyggjan sem afl öflugasta áráðusafl nútímans. Hún verður þetta skal segja bara ein hlið á því að þú ert alltaf að skilgreina hagsmunina hérna svo þröngt og ert alltaf að spá í, þú veist, hvað er ég að gefa eftir en þú hugsar aldrei það hvaða réttindi er ég að fá. Hvaða möguleikar er í stöðinni og það eru þetta þannig að við erum ekki bara eins og núna með á innri markaði Evrópusambandsins
heldur erum við líka, þú veist, í alls konar alþjóðlegu regluverki. Já, ég er ekki og þetta alþjóðlega regluverk byggðist upp sem sé eftir seinni heimsstyrjöldina mikið og þegar Bandaríkjamenn tóku að sér að vera forystu ríkið frjálsa heims og beittu sér fyrir svona bara mjög víðtæku regluverki í viðskiptum. Svona GATT eða Bretton Woods-stofnanirnar eða hvað sem vilja taka. En það sem ég er að segja og þessar alþjóðlegu reglur, glemur Klara, sko þær eru miklu meira verndandi og meiri vörn fyrir þann veika og litla heldur nokk tíma þann sterka, sko, stóra. En það getur þýtt að þú þurfir að vera að laga þig að þessum reglum og þér finnist að þú setja að missa eitthvað sjálfstæði með því að laga þig á þessum leikreglum sem að gilda á þessu miklu stærra svæði. Við getum, sko, en við þurfum að fara eftir þessu hvort sem okkur líka betur verð. Þú veist, metrakerfið var nú einu sem fundið. Metrakerfið? Það var nú einu sem fundið. Og við réðum engum það. Við réðum bara engum metrakerfið. Og þannig er sko alls konar staðlar sem eru settir upp, hvað sem er reikningsskilastaðlar eða ég veit ekki hvað sem eru bara settir út í einu stóra heimi. Og við getum greitt atkvæði þann Norra og Sauðárkróki hvort við viljum vera með þessu. En þú veist, við bara þurfum að vera með þessu. En það var ekki það sem við varum að fundum kaupfélagsins. Það var ekki það sem við segja. Þeir taka þetta upp allt saman, sko. Ég var bara að benda á hvernig þetta réði síðast. Þessu var hafnað síðast. Það sem þjóðernishyggjan var alveg líkil. Hafnað? Hvað mennur hafnað? Já, ég meina, kert út á borðinu eða hvernig sem við vil kalla þetta. Sko, í fyrsta lagi hefur þjóðin aldrei fengið að tjá sig. Nei, það var ekki formlega, en það var hafnað í kostu. Ákvörðun ríkisstjórnarinnar að draga þetta tilbaka var gríðarlega óvinsæl. Að draga, en ég meina, þetta var komið í öngstræti, varkið studdið þetta náttúrulega aldrei. Því við erum að tala um sjálfstæðisflokkinn, sko. Þá ég sammála Vilhjálmi, vinnu mínum, að það voru gerð þarna ákveðin mistök. Að forysta sjálfstæðisflokksins talaði þannig í kosningabaráttunni þá að þjóðin ætti að hafa það að segja hvort að við færum inn í ESB eða ekki. Það var raunum vitlausmálflutningur því að þú ferð ekkert inn, þú bara bankar ekkert dyrnar og það er opnað og hoppar inn. Það er ekki þannig. Þess vegna eru aðildarviðræður rétt árið yfir þetta. En við fórum frá þessar stefnu með svolítið svona hroka. Nei, við höfum ekkert að gera þetta og við verðum bara á lítið ríki og með sem auðlindir okkar og höfum ekkert að segja og bla bla bla. Við vitum betur. Þetta var svona pínlítið hroki og sem hefur oft komið forystu flokksins og sjálfstæðisflokksins svona koll. En núna stendur það bara fyrir hjá þessari ríkisstjórn að hefja aðildarviðræður og það er ekkert að við erum ekki að opna þær eins og þær hafa alltaf verið í gangi eða í smá svona lægð, heldur erum við bara að fara þá og íslenska þjóðin verður spurða því, vilt þú að Ísland hefji aðildarviðræður við Evrópusambandið? Þetta er bara einföld spurning og það er í rauninni ekkert hægt að vera á móti því. Ef að þjóðin segir já, við viljum að ríkisstjórnin fari í aðildarviðræður, þá voru það gert og þá hefst mjög frjó umræða eðli sögulegar staðreindir Evrópusamruna alls sem ég held að hafi bara íslenska þjóðin hafi gott að vera í þessu tali í 3 ár. Að vera í því tali í 3 ár. Það var ekki mjög frjó umræða síðast. Það þarf ekki að taka 3 ár vegna þess að Evrópusambandið er sko starfandi þjóðarheild þú ert að koma inn í partí þar sem er búið að ákveða lögin, matseðilinn, klæðaburðin, hvar þetta er og hvað kostar inn. Þetta er ekkert, þetta heitir acquis communitaire. Það er eitt fyrir allt og allt fyrir eitt. Svo eru
svo eru svona aðlugunar tímabil fyrir þjóðir sem vilja ganga inn og það var mikið gert úr þeim síðast. Hafa þannig samfélag eða hagkerfi sem þarf aðlugunarhæfni. Þar sprakk allt síðan. Það sprakk ekki, það var aldrei farin í þetta. Nei, ég segi þetta bara búm, stoppaði. Áráðurum að sá að við værum þegar komin í, þetta var ekki hægt að kíkja í pakkan eins og það var ekki til neitt sem héti aðlögun. Það ekki hægt að kíkja inn í pakkin, þetta? En þarna sprakk allt strax. Þeir sem segja við mig í umröðinni. Þetta fer alltaf, þú veist, í þess að þröngu hagsmuni, sjávarútvegurinn mun segja bara nei. Það kemur þetta ekki reyna. Og ég alveg sammála því, ég skrifaði og þar með moggin og Sjálfstæðisflokkurinn, mun segja nei. Já, en stjórnskipun Evrópusambandsins leyfir ekki neina undan þá frá hinni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu því að hinni sameiginlega sjávarútvegsstefna byggist á hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu sem hryggjarstykkið í Rómarsáttmálanum og þessi 27 aldaríki sem eru innan Evrópusambandsins mun aldrei fara í það stjórnarskrárbreytingar því að þá kemur með 27 aldaríki sem byrja að fá á víladílum sína sérhagsmenn aftur. Það er ómöguleiki í því að ganga í Evrópusambandið strax en ég tel að við að fara í gegnum þessa umræðu og jafnvel 3 ára, það þarf ekki að vera 3 ár, bara til þess að fá þetta út af borðinu. En stóra málið í sambandi sjávarútveginn er það er svo breyting að forræði á sameiginlegum fiskistofnum myndi færast yfir á Evrópusambandið. Þannig að við þurfum að byrja því að semja okkar hlutdeild innan Evrópusambandsins í hlutdeild Evrópusambandsins í sameiginlegum fiskistofnum. Það segja að þorskurinn ekki sameiginlegur? Nei, þorskurinn ekki, nei. En síðan myndum við hafa praktískt séð yfir alveg bara sama vald á höfum yfir því sem innan lögsögunnar. Og svo hitt sem að myndi opnast, það erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi, það bara myndi gerast. Og landaköpum. Já, þetta er bara það sem myndi gerast en svo má spyrja sig, er ekki íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að kaupa sjávarútvegsfyrirtæki erlendis? Hvað er mörkin núna? Er það 51% eða eitthvað? Skylda til með útlendingar eiga 49% í dag? Já, það er í hluta en það sem ég bara er að benda á að umræðan mun hún mun snúast svona þessa jákvæðu eða neikvæðu þætti og það verða alltaf jákvæður og neikvæður þættir og þetta er alltaf þannig að þú getur ekki litið á hvort sem inn í Evrópusambandinu eða utan þess sem einhverja endastöð. Það þarf alltaf að halda áfram að stýra landinu. Ég bara mandi það við tölum evruna til dæmis. Og vexti? Já, evruna og vexti og þetta allt saman. Þá bara rifja ég stundum upp að þegar ég var í framkvæmdastjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þá fór fram svona umræða gengismál. Og það var í mínu kjördæmi sem var Norðurlöndin og Eystrasaltslandin. Það voru með eins og Finna sem voru með evru. Svo erum við Svíja og Norðmenn og okkur sem voru með sjálfstæða gjaldmiðla og flotgengi. Svo erum við Danmörk sem er dönsku krónuna, sjálfstæðan gjaldmiðil en með fastgengi við evruna. Og ég var að benda þetta allt saman og sagði við erum með allt þetta hérna hjá okkur en það sem skiptir mestu máli er að menn séu samkvæmir sjálfum sér í því hvernig menn stjórna þessum mismunandi gjaldmiðla kerfum og þetta bara féll í góðan jarðveg þarna og af því að það er bara þannig ef með evruna þá þarf þetta að stýra landinu með ákveðnum hætti og eins og Danirnir þeir eru með fastgengi og þegar ég mætti var að tala við dönsku seðlabankastjórann það var bara alveg klárt að efnahagsstefna Dana byggir bara algjörlega á því að halda þessu fasta gengi
ef var einhver minnsta hætta á því að þessi verið að rugga bátnum þar, þá var bara gripið fast í taumana sko. Og sama með og síðan með síana og Norðmennum sem eru flottgengi, þá bara viðandi hagstjórnar aðferðir nýttar til þess að láta það virka upp með lágri verðbólgu sko. Herri, ég að spyrja það inn, mér fannst þú segja áðan að þegar fólk með eitthvað svona væntinga til Evrópusambandsins að brauðstritið heldur áfram og allt saman, en ég heyri bara ungu fólki hérna ykkur mig, það að horfa á þetta að því það telur víst að lánakjörðis muni breytast mjög til batnaðar. Við komumst undan þessum háu vöxtu sem við erum borga hérna núna, þannig ekki verðtrygginguna. Það þessi stór þáttur í kosningunum, engin spurning. Sko, efri vextirnir verða lægri heldur en krónuvextirnir og það engin spurning að skoða evruna, annars verður króna hins vegar og segir bara að það eru 3 atriði sem að þú notar til þess að spá í hvað gjaldmiðlar eru öflugir sko. og það vextirnir, það verðbólgan og það gengið gagnvart öðrum gjaldmiðlum. Og ég held að sé alveg sama, þú veist hvernig þú lítur á málið, að evran verður alltaf sterkari gjaldmiðlinn í krónan sko. Já, og þá með betri lánakjör hingað heim. Já, en svo þegar þú ferð að vinna með evruna og ferð að taka inn þessa lágu vexti og allt það, þá myndu koma upp önnur vandamál og þau felast í því að myndi sparnaðurinn í samfélaginu minnka. Og ef það gerist, ef við finnum ekki einhver ráð til þess að passa upp á það að sparnaðurinn minnki ekki, heldur það hann fyrir eitthvað aukast heldur en hitt. Það fjármagnsstræmi þá út? Já, bara þá bara kemur eitthvað annað ójafnvægi í hagkerfi hjá okkur. Og síðan hitt líka að þegar þú lækkar vextina, þá áttu líka að hækka eignaverðið. Fleiri sem hafa þú veist hækka eignaverðið og líka fasteignum sko. Það gerðist í til dæmis í lágvasta tímabilinu, þá rauk upp fasteignaverð í Íslandi og hlutabréfaverð bara benda á þetta þetta hefur allt saman fleiri en eina hlið sko. En eftir stendur viljum við hafa evruna svona harðan gjaldmiðil eða viljum við hafa mjúka íslenska gjaldmiðil sko. Það bara Má ég fara aðeins aftur heim af því að Jón og þú ert stuðningsmaður Gulla og lýsir honum sem alþýðudrengur Borgarnesinu og þannig. Ég vil hins vegar ekki vera skilgreindur í mínu lífi sem stuðningsmaður Gulla. Ég hrifin á honum og þekki mannin mjög vel. En að því að þú lagðir sem áherslan væri svona alþýðudrengur og ég fór að hugsa í hvaða flokki væri formannskjör snerist alþýðudrengi og elítur nema í Sjálfstæðisflokknum sem er svolítið svona kostulegt. Og þegar maður horfir yfir þá sem hafa verið formenn í þessu flokki eða náttúrulega eftir Jón Þorláksson þá voru tórsararnir og svo komu Enga-Engarnir og svo kom H.B.N. og þangað til að koma alþýðudrenginir sem voru Davíð, Þorsteinn, Davíð og Geir og svo komu Enga-Engarnir aftur. Mér er bara leikur forvitnað að vita að því þú notar þetta og einhver sagði elíta hér og þröngur flokkur og svo alþýð. Skiptir þetta máli inn í Sjálfstæðisflokknum að hvort að formaðurinn sé svona tengdur inn í svona valdaættir samfélagsins eða hann sé einn af okkur alþýðumönnum? Þetta er nefnilega mjög góð spurning og þetta er líka merkilegur pólitískur kokteil að þú getur verið nátengdur atvinnulífinu og notið traust verkalýðshreyfingarinnar. Eins og Óli tókst að gera. Og Bjarni Ben eldri líka. Óli Tórs var nú sérstaklega svona alþýðlegur við Saltvíksstæðunar. Algjörlega. Og Jón Þorláksson var talið mjög svona þurr á mannin. Og menn fór ekkert með hann og hann var ekki trókur alls vegnar en hann var svona flokks faðirinn. Ólafur Thors varð út af sínu lundarfari og lindisengun varð hann þjóðarleiðtogi. Hann var þjóðarleiðtogi og Bjarni Ben fylgdi eftir
sem svona frekar þá pragmatískur þjóðarleiðtogi og síðan áttu við mjög stutt tímabil með Jóhann Hafstein sem var meira svona flokks framkvæmdastjóri byggð upp innviðina og Valhöll og mér þykir vænt hana því að hann bróðir afa míns, Jóns Kristins og mann eftir honum vel og svo komstu með Geir Hallgrímsson sem var að mörgu leyti mjög merkilegur maður en náði ekki þessari lífhylli þó hann vann alveg stórkostlegan kosningasigur 74. Var úr elitunni náttúrulega? Já. Þú veist, íslensk borgarastétt með plebisk og leiðileg. Þetta ekkert old money og þetta ekkert til þess að hrópa húrra fyrir íslenski borgarastétt, sko. Já, sem betur það. Ég ber virðingu fyrir frjálsum framtaki og styð það. Þá hefur hann alltaf verið millistéttin sem hefur verið okkar eina hástétt hér og byggt landið upp og Sjálfstæðisflokkurinn þegar hann fer eins og ég hef sagt oft fer út í það að vera flokkur bankageirans stóru fjárfestana og fór að tala niður til almúðans. Ég meina til dæmis bara eins og innra starfið í Sjálfstæðisflokknum þá sakna ég gömlu góðu verkalýðsfélagana. Þeir farnir allir? Þeir ekki farin, en þú veist, þetta er ekki bara formaðurinn eftir. Þetta er ekki neitt til þess að tala og það er að taka á þessu innra starfi. Svo kemur leiðtogi sem Davíð Oddsson, sem enginn getur sagt að sé með einhverja elítu bak við sig. En Davíð Oddsson sem sterkur leiðtogi byggir upp valdanett innan flokksins til þess að flokkurinn haldi völdum í landinu til þess að þetta er ekki líknafélag, sko. Þetta við erum í stjórnmálaflokki til þess að halda hérna völdum og koma okkur málum í gegn og menn geta skrifa lærðaræður og bækur spillingu og öskra og æft, sko. En svona er bara lífið er ekki líknafélag, þetta er bara þannig og til þess að koma, ég meina við getum skrifir einhverja bækur til dæmis spillingu innan verkalýðshreyfingarinnar, hvernig lífeyrissjóðskerfið skipulagt. Er það ekki næsta verk fyrir þig? Það hluti á bókinni, sko. Já, bara haltu áfram með það. Það margt að finna. Hvernig var samband íslenska samvinnufélag byggt upp? Það hefur hringt í mig menn og beðið mig að skrifa það er mörg að taka í spillingu. Og þeir töluðum bækur. En mannlegt samfélag byggist upp á frændigli eða nepotisma. Þetta er ekki hrein megi milletúlpu að syngja passífsálmála, því miður. Það er bara ekki lífið þannig. Stjórnmálin eru spilt og við bara venjast því. Nei, alls ekki. Þau eiga ekki að vera spilt. Það sem ég er að segja með Davíð Oddsson, ef við höldum áfram með þessa formannsgreiningu mína, þá er Davíð Oddsson líklegast einn af þeim stjórnmálunum sem Ísland hefur alið, sem nánast er svona á pari við Winston Churchill í þjóðar alheims leiðtoga efni, sko. En þú slepptir einum sem var Þorsteinn Pálsson í upptalningunni, en hann hefur miklu meiri áhrif í pólitík í dag heldur en Davíð Oddsson. Það er bara þannig. Í dag hefur Þorsteinn Pálsson Þorsteinn Pálsson er bara mætur maður og velgefin og það á að hlusta á hann algjörlega og hann er einn af þeim sem sögðu bara ég er ekkert að éta þennan súra graut sem Sjálfstæðisflokkurinn er að matræða fyrir mig í Evrópumálum og hann fór og hann hefur bara mína virðingu fyrir því vegna þess og þetta er heimatilbúin vandi Sjálfstæðisflokksins hvernig hann hagaði sér gagnvart þessu flokki og er ekki alltaf að viðurkenna það. Jú, það held ég. En hafið þið báðið viðurkendu? Já. Er þau ekki að fara að setja gott bróðið? Það er mjög skemmtilegt að tala Sjálfstæðisflokkin. Já, gamla helsta valdaflokk þjóðarinnar. Þetta er ekki smáræði. Þetta er ekki smáræði. Það eru marga vistaverur hann inni. Þetta verður spennandi tími framöndan og það er fullt af góðu fólki sem er tilbúið til þess að leiða flokkin. En heldur þú, Vili, af því að ég veit að þú myndir vilja að flokkurinn myndir nota þetta tækifæri til þess að svona meta það hvað hann ætlaði að verða og hvernig hann ætlaði að ná því og þar sem til götunum. Verður þetta ekki bara eitthvað fegurðarsamkeppni milli einhverja atvinnustjórnmálamanna og... Já, byrjar þannig og svo kemur einhver niðurstaða og þá ætla ég að vona að menn horfi bara til framtíðar. Það var að segja að sá sem að sigri í kosningarnar að honum auðnist að byggja upp betri Sjálfstæðisflokk. Já, algjörlega. Þetta eru falleg lokaorð. Vilhjálmur Þorvaldur og Jón Kristinn, við þakkum ykkur fyrir komuna. Gaman að koma, takk. En við sittum eftir. Aðeins í sport. Takk. Allir þættir Samstæðvarinnar
eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala á borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.